ráðherra, ágæta samstarfsfólk, bæði núverandi og fyrrverandi, aðrir góðir gestir, meðan að þessir fallegu tónar enduróma ánægjustöðvar heilabúsins, þá lýsi ég þennan ársfund Sjúkrahúss á Akureyri 2022 setta. Það er ánægjulegt að geta haldið ársfund með hefðbundnu sniði. Það er eitthvað svo miklu skemmtilegra heldur en að gera þetta fyrir fram að tölvuskjái. Þannig að ég hef verið tilskipaður fundarstjóri og ég lofa því að vera mildur en ákveðinn með því að standa þarna milli atriða undir klukkunni svo að menn gæti vel að tíma sínum. Áskoranir og sóknarfæri er þema fundarins. Ég þarf ekki að taka fram að síðustu 2 ár hafa verið mætt fordæmalausum áskorunum innan heilbrigðiskerfisins. Og það verður að segjast alveg svo að það var erfitt próflagt fyrir heilbrigðiskerfið, fyrir starfsfólk innan heilbrigðiskerfisins og það stóðst það próf. Og það stóðst það með því að vinna saman og það stóðst það með því að vinna sem ein heild af fagmennsku. Og fagmennska, samvinna og liðsheild eru væntanlega orð sem að heilbrigðisráðherra eru og oft í huga. Þannig að án frekari málalenginga þá viljum við bjóða hæstvirtan heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson að ávarpa fundinn. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri, ágætu gestir, kæru vinir. Það byrjaði þetta svona á tónum. Setjum mann í ákveðnar stellingar. Ég held að það sé líka mjög klókt hjá okkur að hafa dómarann með ykkur í liðinu. Það er eina sem ég skil. Það sé ekki samt. Það sé ekki bara, þegar farin að opna rauðaspjöldinu hann er af þeim skóla eins og þið þekkið að í þá daga þegar við töðum á mikið, þá var samtalið tekið. Hættu þessu röfli. Og það er bara stundum svo gott, í staðinn fyrir að ógna einhverjum pappír eins og þau gerir í dag, einhverjum litum. Samtalið er betra. Hafa þetta magnaðu nótum. Það er bara alltaf mjög spöð. Þannig náum við miklu meira árangur. Samvinna er mér mjög töm. Ég vil fyrst segja það hér, ég er mjög meðvitaður um það hvern einasta dag sem ég vaknaði í þetta embætti, þessa 5 mánuði sem ég hef verið. Þið voru fyrsta stofnunin sem ég fékk að heimsækja og vera með og læra svolítið. Þá er ég mjög meðvitaður um þau forréttindi eða forréttindastöðu sem ég er í. Að fá að ávarpa ykkur. Og það er alveg rétt að öll þessi orð eru við ekki bara töm. Þau eru mjög mikilvæg í öllu þessu samhengi og öllu þessum áskorunum sem við erum að fást við. Þetta er áskorunir og sóknarfæri eru mjög grípandi og góð yfirskrift með þá stöðu sem við erum í og út úr þeim út úr því mikla álagi sem við erum að koma. Það er hluti af þessum forréttindum og sannur heiður og ánægja að fá að ávarpa ykkur hérna í dag. Og þetta síðasta ára því við erum hér á ársfundi og við erum svolítið að horfa tilbaka og segja hvað getum við lært og það er alltaf horft og það er horft vegna þess að við getum, en það er mikilvægt aðeins að fara tilbaka og reyna að ná okkur í sameiginlegri sýn á það. Hvað er það sem við vorum að fara í gegnum? Hvað er það sem að síðasta ár fól í sér? Hvað er það sem við getum lært? Hvernig metum við þetta saman? Það eykur líkurnar á því að við getum teiknað framtíðina skýrar og markvissar fyrir stofnun, fyrir vinnustafn. Og
Þess vegna þessi yfirskrift, hún góð. Ég raunverulega bara nýlendur og að koma til ykkar af ársfundi Alþjóðaheilbrigðisstofnunar og talandi þetta mikla álagspróf sem við erum búin að fara í gegnum. Þá átti ég fundi að ég hlustaði á mjög einlæga frábæra ræðu Dr. Tedros sem var endurkjörinn í gær og mjög persónuleg yfirskrift þessa ársþings var samhengi Health for Peace, Peace for Health, þess að forsenda heilbrigðis okkar friður. Þetta hangist fram. Við erum minnt á það. Hvaða afleiðingar stríð hefur. En það sem ég vildi segja við ykkur, af því ég átti síðan persónulega fundi með bæði Tedros og Dr. Kluge sem yfirmaður Evrópudeildar Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar. Þetta eiga það nú til að vera svona tikk í bóksi fundur, svo það sé nú bara sagt hér. En þeir komu mér á óvart. Þeir höfðu mikinn áhuga á því að heyra hvað raunverulega við gerðum í gegnum heimsfaraldur. Og ég verð að koma þið bara beint til ykkar. Frá þeim. Maður fyllist bara stolti þegar maður fer í gegnum svona samtals. Að það eitthvað sem við gerðum sérstaklega vel. Og það þetta, ég kem því alveg örugglega ekki nægilega sterkt til skila, en ég verð samt að segja það frá þeim hvað þið stóðu ykkur rosalega vel í gegnum þetta álagspróf á vettvangi að fara í gegnum þetta allt og halda upp í allri annarri þjónustu stórkostlegt. Ég alveg meðvitaður það að það oft erfitt að meta einhvers konar árangur þegar við erum að tefla mannslíf. En það samt þannig að því að það verið að reyna á þeim vettvangi með heimsfaraldur að reyna að ná fram einhverjum svona, það sem kallað pandemic 3D, einhverju sameiginlegri sýn að læra af því sem við höfum gert og af þeim sem hafa gert þetta vel og hvernig við getum horft inn í framtíðina þegar við mætum svona áskorun. Og það horft til okkar. Og það verður bara öll heilbrigðisþjónustan, allt starfsfólkið sem að fara, búið að taka okkur í gegnum þetta, að fá að heyra þetta. Og í raun algjörlega stórkostlegt. Og þarna upplifi ég aftur og enn og aftur forréttindina að fá að vera í þessari stöðu, fá að hitta og fá að heyra hvað þið eruð að gera þetta. Þið eruð búin að gera þetta, stórkostlegt. Þannig að ég vona að ég komi því bara svona eins einlæglega og beint til skila. Raunverulega frá þeim til ykkur. Og fyrir það vil ég síðan þakka ykkur þessa frammistöðu, þessa þrautseigju, þessa útsjónarsemi, þessa framgöngu, bara kæra þakkir. Það jú orðið sem að lesa í gegnum þessar erlendu skýrslur þar sem að verið að byggja inn í kerfin inn til framtíðar þetta sem kallað resilience. Við notum þessa þrautseigju yfir þetta sem það hafi sýnt. En það þetta hvernig við eflum styrkin í okkur sjálfum vegna þess að það fólkið sem að sér þessa þjónustu og við sem erum á vettvangi. Þannig það í raun og veru allir að kljást við það saman. Okkur tókst blessunarlega ykkar vegna að gera þetta. En við þurfum líka og sennilega bara með svipuðum hætti
að við erum stödd á þessum stað í dag, að horfa aðeins í spegilinn, aðeins að draga andann, aðeins að horfa yfir sviðið, aðeins að draga svona einhverjar ályktanir af þessu öllu saman, hvað við getum lært, þá þurfum við með líkum hætti álíka útsjónarsemi, alltaf í æðruleysi, að hlúa að okkur sjálfum, hlúa að starfsfólkinu okkar. Safna orku og krafti í næsta dag og áfram, til að við getum mætt þessum gríðarlegu áskorunum sem við horfum framan í fyrir heilbrigðiskerfið og heilbrigðisþjónustu. Ég er auðvitað svolítið undir þeim áhrifum að vera bara að lenda hér beint frá Genf. Ég skal bara viðurkenna það. Það eru sömu áskorunir sem birtast alls staðar í heiminum með ólíkum hætti eftir því hvernig samfélag eru tilbúin og uppbyggð til að takast á við þetta, en alls staðar er heilbrigðiskerfið eins og hér í raun og veru mikilvægasta stoð samfélags og mælikvarði á styrk samfélag. Og sjúkrahúsið á Akureyri er lykilhlekkur í þessari keðju og gegnir mjög mikilvægu hlutverki, annað af okkar sjúkrahúsum stórum, ásamt því að vera kennslusjúkrahús. Þjónustusvæðið er víðfeðmt, þannig að það eru miklar áskoranir framundan, en það eru líka sóknarfæri fólgin í því sem við höfum farið í gegnum hingað til. Í stefnu ríkisstjórnarinnar þá kemur fram að það verði unnið að því að móta skýra stefnu svæðisbundið hlutverk Akureyrar sem stærsta þéttbýliskjarnar landsbyggðar. Í gegnum þá vinnu held ég og trúi að við ættum að skerpa á áherslum sem að snúa heilbrigðisþjónustu með sjúkrahúsið á Akureyri í þessu lykilhlutverki og horfa svolítið þannig á það þegar við þróum allt okkar heilbrigðiskerfi. Það er rétt. Ég í stóru myndinni horfi mikið til þess að við þurfum að nýta talandi áskoranir með takmarkaðan mannauð. Við þurfum að efla alla samvinnu og samspil einingana í heildarkerfinu. Þannig verðum við að horfa til þess að efla þjónustuna. Ég átti sérstaklega ánægjulega heimsókn í desember og þá skrifuðum við undir samning mikilvæga framkvæmdir og DRG-samning. Þar sem við erum alltaf að reyna að þróa okkur í því að meta kostnaðinn í kerfinu og horfast í augu við það að nýta sem best takmarkaða fjármuni. Það er ekkert einfalt með stórar stofnanir og flókið skip. Það er eins og á sama tíma afar mikilvægt. Þannig að ég horfi svolítið á að við tölum sóknarfæri og við erum alltaf að tala nýsköpun og velferðartækni og við getum ekki nema við nýtum þetta. Það er alveg rétt. En ég segi líka á sama tíma að ég held að það sé engin vettvangur eins öflugur í raun og veru af baki nýsköpunar. Þá er engin annar vettvangur jafn öflugur og heilbrigðisþjónustu og heilbrigðiskerfi. Það eru alveg ótrúlegir hlutir að gerast mjög hratt. Á sama tíma, og það er svolítið þversögn í þessu,
það þversögn í því að við erum alltaf að þróa kerfin okkar og taka inn nýsköpun og það eðlilegt að það séu svona þegar kemur að gæðum og siðferðilegum álitamálum og öllum þeim þáttum að það séu svona kannski stundum talað veggi en það séu svona það séu gæðakröfurnar séu þannig að við verðum að passa upp á að nýsköpun virki og hún virki inn í kerfið okkar og þjónustuna fyrir sjúklinginn. En þversögnin birtist manni í því að þrátt fyrir það á mörgum sviðum séu að gera hlutina miklu skilvirkari vegna þess að heilbrigðisþjónustan svo og þetta kerfi opið fyrir því og þörfin svo mikil fyrir því að þá eigum við sífellt erfiðara með að manna og mæta eftirspurningu. Hún vex hraðar heldur en í raun og veru öll skilvirknin sem ætti að skila sér í hagkvæmni. Þetta eitthvað sem við þurfum að horfa til og meta og hvað það? Og ég held að það sé vegna þess að við erum einmitt þessi afvaki og við erum svo duglega að þróa og við erum svo duglega að gera hlutina og við erum svo tilbúin til að gera betur og opna á hluti að eftirspurnin hún bara vex hratt þrátt fyrir allt. Það eru áskoranir og við þurfum að meta það svo við nýtum þessi sóknarfæri sem í því felst til að mynda að nýta tækni. Ég ætla að vona að þið hafið eitthvað skilning á því sem ég að reyna. Þetta kannski býsna svona aflegt en ég held að þið séu miklu skýrari hugsun í þessu heldur nokkuð tíma ég. Þetta svolítið birtingarmynd sem mér hugleikin. Ég rosalega ánægður með það að fá, þegar ég kom inn í desember þá fékk ég að skoða. Það alltaf best. Og bara sjá þetta. Og bara hitta fólki á bakvið þetta. Skoða tengigangi frá raunvöðu og apótek. Þá var mjög auðvelt að taka ákvörðun í framhaldi og segja bara, heyrðu, það bara einhvern tíma var sagt að kasta krónu og heyra dýri. Það var eiginlega bara raunveruleg birtingarmynd þess að fá að sjá og segja, heyrðu, gerum þetta bara núna. Og setjum fjármagn. Og það held ég sé alveg frábært mál. Til leiðir til mig. En svo ekki. Þá nótum við penningin í hrann. Þessi samningur þjónustutengda fjármögnun sem við undirrituðum þá fyrir valdareiningarstarfseminnar, það var vinna sem hófst hér á síðasta ári og mér skilst að gangi bara mjög vel og sú innleiðing og það, ég hef mikla væntingar og við öllum með slíkum breytingum að þá öðlustu skýrari sýn á starfsemina og starfsemi sjúkrahúsa því að Landspítalinn við erum með fulltrúa hérna frá Landspítalinn í dag líka þarna og ég held að þetta sé mjög mikilvægt fyrir okkur öll og þannig að við getum svona stýrt fjármagninu betur þangað sem hún veitt og þarf að veita hana og það ekkert launungarmál með auknum kröfum og aukinni þjónustu að þá alltaf þessi þrýstingur á meira fjármagn og það í miklu umfangi raunverulega ótrúlegt hvað stofnanir í heilbrigðisþjónustu hafa staðið sig vel í að hitta eða vera bara svona við núllið. Í raun og veru frávikin í heildarumfanginu eru ekkert stórkostleg. Ég raunverulega að tala við ykkur kannski bara frá því að ekki kannski sem heilbrigðisráðherra heldur sem frá mínu fyrra starfi í fjárlaganefnd. Það vantar alls staðar meiri pening en frávikin eru ekki stórkostleg. Svona samningar það að þjónustu tengja fjármagnuna, hún gefur okkur bara skýrari mynd og við þurfum að gera það í miklu meira mæli. Þetta bara viðvarandi verkefni sem við þurfum alla
ná saman og vinna að. Við þurfum að styrkja áfram sjúkrahúsið á Akureyri. Það blasir við. Það okkar samvinnuverk. Eins og þið þekkið miklu betur en ég, þá þetta mjög fjölþætt starfsemi. Heilbrigðisstarfsfólk verðmætt og takmörkuð auðlind. Og þá kem ég að þessu sem ég ætlaði nú kannski að reyna að segja, það þetta kennsluhlutverk sem svo mikilvægt. Og það þetta verklega nám heilbrigðisstétta í samspili við námsstöður sem við verðum að hlúa að og tryggja nauðsynlega nýju. Það bara að við erum að tala áskoranir. Þetta verkefni sem við erum að horfa til. Ég alltaf að horfa á ráðuneytið eðlilega í þessu samhengi. Hildigunnur, hún trúir því að ég skilji bara fótboltatungumál. Hún mjög dugleg að halda mér við efnið og svo kemur hún alltaf með svona lýsingar á fótboltaliði eða fótboltavelli eða hvernig þetta virki allt í fótbolta. Og ég mjög ánægður með það. Minnum við stundum á það þegar nýkominn að þinga að Össur Skarphéðinsson, ég ætlaði nú ekki bara að segja einhvern veginn sögur á honum, en hann talaði bara við mig fótbolta. En aldrei stjórnmál. En þá þurfti, það var þannig með hann að maður þurfti alltaf samt að vakta það aðeins, þegar hann var bara að tala fótbolta. Það gekk eitthvað á spýtunni. En ég ætla nú ekki að fara nefnir dýtt í það. Ég mjög ánægður með þetta. Og við erum líka, auðvitað maður svolítið upptekinn af bakgrunnum. Maður hefur eitthvað bakgrunn og maður fer með hann. Og það passa ykkur aðeins að fara að halda fundastjórnum, því ég var líka mikið verið að kenna, Þegar þeir byrja að tala, það stoppaði ekki neitt, Bara ábending, en ég segi mjög reglulega og ég reyna að segja sem í þess, og mér langar að segja við þig. Því ég hef þetta bara mína stærðfræðingar sem eru með mér í dag líka að treysta á. Minn árangur sem þjálfari, hann var alltaf metinn af því hvort að liðið vann eða tapaði leik á endan. Þannig að mitt hlutverk var alltaf að finna út úr því hvernig það gæti náð sem bestum árangur. Bara inn í daginn. Ég var auðvitað alltaf með, þetta nefnilega í raun og veru grunninn þó við sem risar skipulagsheild hér og mjög smækkaða skipulagsheild inn á völl, þá þetta svo góð samning. Þannig að þú mátt alveg halda þessu áfram. Ég tengi svo mjög vel, það skemmtilegt. Og þannig ég að segja við okkur, við erum liðið á bak við liðið. Við erum í raun og veru fólkið, hvort sem að við erum að sýsla með lögin, að breyta lögum eða endurskoða lög og koma í heildarlög á hvaða sviði heilbrigðisþjónustunnar sem það vinna með reglugerðir, að breyta reglugerðum, skrifa stefnur, endurskoða stefnur, setja fram aðgerðaráætlanir, samhliða þessum stefnum og þar höfum við verið að gera miklu betur og það hangir saman í lögum opinber fjármál. Þetta hefur batnað mjög mikið, en þá segi ég ekki að við erum liðið á bak við lið. Við erum fólkið sem eigum að styðja þetta frábæra fólk sem að sinna þjónustur, sem á vettvangi, sem þið. Og af hverju ég staddur þarna? Jú, það að því að þegar ég var að stýra fótboltalið, ég gerði þetta líka í kennslustofum, hvort sem það var í háskólanum eða annar staðar eða í menntaskólanum. Alveg sömu lögmál, verkjarheild, skipulagsheild. Að vega og meta hvar þú staddur, hvaða forsendur hefur. Og ég var í þessari teymisvinnu með lækni, með sjúkraþjálfara, með nuddara, með sálfræðing, með liðsstjóra og búningastjóra, og það þurfti að passa upp á næringuna, það þurfti að passa upp á mataræðið og það þurfti að passa upp á svefninn
og ekki, ég hefði það bara þessa leikmenn 2 tíma á dag, sko. Ég vissi ekki hvað þau voru að gera þar fyrir utan. En það skipti alveg höfuðmáli hvernig höfuðu þessu þar fyrir utan. Og ég vissi heldur ekki hvað gekk á heimilinu eða alveg börnin eða samskiptin við hinnaðalinn og svo framvegis. Ég sagði alltaf við þetta þá sem voru að vinna með mér og svo var ég með sóknarþjálfara, varnarþjálfara og markmannsþjálfara og þetta voru við köllum allt og sjaldan í dómarana, sko, en þeir kendu okkur sirka. En ég gerði það reglulega áður en við fórum í keppnir að fá dómarana til að segja þeim svona hvernig regluverkið hérna á þessum velli, sko. Hvað þarf að vera í lagi, hvað þurfum við að kunna, hvernig þurfum við að hegða ykkur og svo framvegis. Þannig að það er mörg að hyggja þegar við erum með skipulagsheild, alveg saman hvað eru stór, sömu lögmál. Og svo er einhver áhorfendur í stúkunni sem hafa, sko, vita að þetta bara allt miklu betur heldur en við, sko. Það er miklu betur. Og skella þessu bara í andlitið á okkur reglulega, sko. Og það er fyrst þegar maður, sko, tapar eyrunum þangað að þá missir maður algjörlega fókus á það sem maður á raunverulega að vera að gera. Af því maður á alltaf að treysta á sjálfan sig og þekkingun og bakgrunn og samtalið og samvinnu. Þannig að við erum að horfa svolítið á þetta, ég segi það og ég held þetta síðust, við erum liðið á bakvið ykkur. Við eigum að vinna þetta með ykkur, hvort sem það kemur að fjármagninni, faglega hlutunum, nýsköpuninni, velferðartækninni, fólkinu sem við erum á endanum snýst allt að þjónusta. Gerum við þetta betur á morgun heldur en í dag. Það blasir við okkur öllum að við þurfum að horfa til þessara breyttu aldurssamsetningar. Og þá það lýðheilsan sem við þurfum einhvern veginn að horfa betur til. Ég held að við sjöum á góðri leið í geðheilbrigðismál. Ég sagði við ykkur, ég var undir áhrifum þessa þings að þá augljóst að heimurinn aðeins að vakna og ég held að við getum haldið áfram á þessari leið þegar kemur að geðheilbrigðismálum og geðrækt. Þessum mikilvæga þætti sem hefur mannveikt því raun og veru alltaf lengi sem hluta af lýðheilsu. Við höfum kannski þrátt fyrir allt vaknaði þessu upp með þann þátt. Fyrsti dagurinn hérna út á þessu þingi, hann var ganga með Dr. Tedros undir yfirskriftinni Walk the Talk. Og þeir eru að taka svolítið betur utanum geðheilbrigðismálin og eins og við höfum verið að gera og ég held að við getum verið leiðandi þar sem hluta af lýðheilsu, þessu líkamlega og félagslega að hjálpa fólki bara að lifa betur og lengur, það mun hjálpa okkur í að sinna þjónustunni og takast á við þessar áskoranir. Þannig að við erum með núna þing í haust í nóvember sem við ætlum að tileinka lýðheilsu. Og við erum með að geðheilbrigðisstefnu núna fyrir þinginu í þingsályktunartillögu formi þannig að þingið tekur utan um það og ályktar með okkur hvað þau vilja sjá og þar eru mjög góð og stefnumarkandi mál algjörlega í takt við það sem hefur verið að gera. Og samhliða núna verið að vinna aðgerðaáætlun. Sama gerum við með lýðheilsuna í heild sinni. Þannig að við hyggjumst og ég held að það sé mikilvægt að taka þetta þing svona sem vitundarvakning.
Ekki bara til að segja núna punktur, nú ætlum við að byrja, nú skiptir lýðheilsa máli, heldur kannski að varpa bara sterkari ljósi á það sem þá vakningu sem hefur í raun og veru hafist í heilbrigðisþjónustunni og þið eru mjög meðvituð en bara taka alla þjóðina svolítið með okkur. Og styrkja þá vegferð alla. Það held ég verður algjört lykilatriði til framtíðar varðandi það að kljást við þessar áskorunum sem við horfum framan í. Og ég ætla bara að segja við ykkur hér, þið eru búin að skapa hér stórkostlega þjónustustofnun og góða vinnustofnun. Það blasir við. Það var eiginlega það sem ég gekk út með þeim þessum. Maður hugsar ekkert út í það fyrir maður bara hittir fólkið og fær að skoða starfsemina og horfa aðeins inn í þetta. Þannig að birtingarmyndin fyrir mér þegar ég labbaði hann út, það er góða vinnustofur. Sterk stofnun, mikilvæg, að vinna vel með þeim. Ég get heitið því. Ég er alltaf til í samtal. Ég er alltaf til í að horfa á viðfangsefnin og reyna að leysa þau. Þannig að ég vil bara hér að lokum, fundarstjóri, svo ég bjargi þér nú. Og sprengti upp í daginn á sein. Ég vil bara ítreka þakkir mínar til ykkar og óska ykkur áfram góðs gengis í mjög mikilvægum störfum fyrir Sjúkrahúsið á Akureyri og fyrir íslenska heilbrigðisþjónustu. Takk fyrir mig. Við þakkum ráðherra góðar kveðjur, uppörvandi orð og ég held að það sé samhljómur í því sem hann er að hugsa eins og við erum að hugsa. Þannig að það er bara mjög ánægjulegt. Og fundarstjóri verður að viðurkenna það að nú er tími mildari fundarstjórnunar liðinn. Maður segir ekki þjálfaranum að hætta að tala svona hvítitur. En næstu vil ég þá bjóða í pontu forstjóra Hildi Gunnu Svavarsdóttur, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta. Ágæti fundarstjóri, heilbrigðisráðherra og samstarfsfólk og góðu gestir. Ég er svo sem endurtek orðin og býð ykkur öll velkomin hér og þykir bara mjög gaman að fá að standa hér með ykkur í dag og halda þennan ársfund og horfa saman yfir liðið starfsár og þá náttúrulega framhaldi kynnt svolítið þessar áskoranir og þau sóknarfæri sem við stöndum frammi fyrir. Ég tók sem sagt við starfi forstjóra 1. september síðastliðinn og ég get ekki annað en sagt að síðastliðinni mánuður hafi verið ansi viðburðaríkir. Árið 2021 markaðist að viðureign okkar við COVID-19 faraldurinn eins og fram hefur komið og erfitt að bera það saman við starfsemin árið 2020. Þó svo það ár hafi líka markast af áhrifum COVID-19 þá var þeim allt hætti. Lærdómur og reynsla tengd faraldrinum skilaði sér sannarlega á liðnu ári í fumlausum og faglegum vinnubrögðum starfsmanna við breyttum aðstæðum hverju sinni. Áhrifin af starfseminu voru greinileg þegar toppar komu í faraldurinn með röskun á starfsemi dag- og göngudeilda, frestun valaðgerða á skurðstofum með óhjákvæmilegum áhrifum og lengingu biðlista og biðtíma. Eins og fram hefur komið náttúrulega þá hefur álag á starfsfólk verið gríðarlega mikið þessi 2 ár og alveg einstakt að sjá hver styrkleikar þess okkar frábæra starfsfólk hafa komið í ljós. Þannig að ég endurtek eins og fram hefur komið að með samheldni, sveigjanleika og fagmennsku þá mætti starfsfólki hér öllum þeim áskorunum sem fylgdu COVID-19, faraldrinum og sigraðist sannarlega á þeim. En framundan svo enn meira áskorun tengt því að hlúa að ykkur starfsfólkinu og koma starfsemin okkar í eðlilegt horf. En hvað hefur það áunnist? Þrátt fyrir faraldurinn hefur náttúrulega ansi margt áunnist og margt gerst. Starfsmenn hafa lagt sig alla fram að þjónusta skjólstæðinga okkar eins og best verður á kosið
og það getur við mjög vel séð í aukningu á öllum okkar einingum og ágætt að skoða það í samhengi við lakari rekstrarstöðu sjúkrahússins. Komu sjúklinga á dagdeildir fjölgaði til dæmis tæplega 24% milli ára og við fórum 30% fleiri sjúkraflug en árið áður. Almennum rannsóknum fjölgaði tæp 20% og myndgreiningum 23% á milli ára. Sjúklingum fjölgaði 22% og legudögum 11% og meðal legutími var meira sem styttri heldur en var í fyrra. Og gleðilegu tíðindin náttúrulega þau að það var mikil fjölgun í aukningu fæðinga en það fæddust 491 barn á árinu í fyrra sem það næstmesta frá því að mælingar hófust. En áfram var aukning í göngudeildarstarfseminni eins og glöggt má sjá og þessari glæru og klárlega í takt við stefnu stjórnvalda. Þið sjáu þessa efstu línu hérna, hvernig þróunin hefur verið þegar maður horfir á þetta út frá vísitölu. Skurðaðgerðum fjölgaði líka umtalsvert 11% milli ára og við sem sagt tókum og tökum þátt í átaksverkefni yfirvalda við að fjölga gervileiðaðgerðum á landinu. Og framkvæmdar voru 473 gervileiðaðgerðir samanborið við 331 aðgerð árið áður. Hefði faraldurinn ekki komið til sögunar, þá hefðum við náð þeim markmiðum sem við settum varðandi fjölda aðgerða og styttingu biðlista. En það alveg ljóst að verkefni þessari stærðargráðu klárast ekki af sjálfu sér og það þarf samstillt átak margra aðila, bæði heilbrigðisstarfsmanna og starfsmanna í stoðþjónustu. Við fórum í annars konar átök til að mæta meðal annars til að mæta aukinni eftirspurn barna og ungmenna eftir geðheilbrigðisþjónustu í heimsfaraldrinum og fengu fjárveitingu sérstaka til eflingar barna og unglingageðteymis. Í takt við stefnu stjórnvalda varðandi málefni einstaklinga með heilabilun var sett á laggirnar minnismóttaka en þar fer fram greining á heilabilunar og minnissjúkdómum, meðferð við þeim og eftirfylgni. Og það er líka von okkar að þessi viðbóti þjónustu muni leiða til enn betri þjónustu fyrir þennan hóp og aðstandendur þeirra. Klínísk starfsemi stanslaust í þróun og sem dæmi má nefna aukningu í sérhæfðum bakaðgerðum sem eingöngu eru gerðar hér á landi og þannig hægt að koma í veg fyrir að senda þurfi sjúklinga utan til aðgerðar. Þetta eru dýrar og flóknar aðgerðir og til þess að geta tryggt enn betri árangur og öryggi sjúklinga í slíkum aðgerðum, þá horfum við líka til þess að geta nota ákveðna tækni til þess að gera fleirum kleift að fara í aðgerð hér heima. Og það líka klárlega í takt við stefnu núverandi stjórnvalda. Og þarna eru klárlega sóknarfæri og þið heyrið aðeins betur á þeim á eftir. Stoðþjónustuna náttúrulega mikilvæg í öllum okkar rekstri og þjónustu og styður við aðra klíníska starfsemi. Og öllum öðrum ólöstuðum þá mætti mikið á okkar sérhæfðu rannsóknastofu sem eina sinna tegundar utan höfuðborgarsvæðisins og sannaði hún svo mikilvægi þess að styrkja þjónustu utan Landspítala og ekki hafa öll eggin í sömu korfinni. Stöðug þróun á sviði upplýsingatækni og fjölmörg innleiðingar og þróunarverkefni voru í gangi á árinu. Innleiðing á Microsoft 365 skýjaumhverfinu hélt áfram og sá upplýsingatæknideild sjúkrahússins rekstur og stjórnun á því umhverfi hjá öðrum heilbrigðisstofnunum á landinu. Samhliða því var hafist handa við innleiðingu á löngu tímabæru mála- og skjalakerfi fyrir sjúkrahúsið og verkefnastjórn að innleiðingu skjalakerfis á landsvísu var einnig undir okkar stjórn. Við settum líka mikinn kraft í að ljúka við innleiðingu klikk gagnagreiningar hugbúnaðinum, þannig að sett voru upp ný mælaborð og úrvinnsla gagna þannig sett fram á nýjan hátt og vonandi verður það gott fyrir stjórnendur okkar að fylgjast með þeim því tóli betur. Menntun og þjálfun skipar stóran sess í starfi sjúkrahússins eins og fram kom hér í ávarpi ráðherra. Á árinu voru að meðaltali 14,5 nemar, ef við getum haft halva nemendur, en að meðaltali voru þetta 14,5 nemar í heilbrigðisvísindum á hverri viku, auk grunnnámssérlækna og sérnámslækna. Framhaldsmenntun sérnámslækna fer nú í mun meira mæli fram á Íslandi en áður og við erum þátttakendur í því verkefni og mikilvægt fyrir okkur, því unga fólki framtíðin. Og við þurfum að fjárfesta í þeim mikilvæga mannauði ásamt því að tryggja faglega og góða endurmenntun þeirra sem hér starfa. Og í því sambandi má nefna metnaðarfulla starfsemi Hermiseturs sem hér starfrækt, sem liði að styrkja samvinnu starfsstétta og efla færni mismunandi heilbrigðisstétta. Það að viðhalda gæðavottununum líka stöðug áskorun og þrátt fyrir það krefjandi verkefni eru vottunarferlin mikil lyftistöng fyrir alla okkar starfsemi.
Það því mjög gleðilegt að segja frá því að í lok árs 2021 þá fengum við endurnýjun til 3 ára og okkar alþjóðlegu gæðavottun á okkar starfsemi. Og einnig fengum við ISO-vottun á okkar starfsemi, samkvæmt 9001. Við fengum líka endurnýjun upplýsingatæknivottun okkar samkvæmt ISO 27001 og jafnlaunavottun. Þannig þetta eru virkilega góðir sigrar á okkar vottunum vegferð. Stytting vinnuvikunnar sem kom til á árinu 2021 hjá flestum starfsstéttum, bæði dagvinnu og vaktavinnu, er ein af þeim aðgerðum sem samrýmist því markmið okkar að vera heilsueflandi vinnustaður. Megin markmið með styttingu vinnuvikunnar var að stuðla að umbótum í starfseminni, bæta vinnustaðamenningu og auka samræmingu vinnu og einkalífs án þess að draga úr skilvirkni og gæðum þjónustunnar. Hins vegar finnst okkur það verkefni ekki hafa tekið sér skildi og því miður jafnvel leitt til enn frekari manneklu andstætt því sem ráð var gert fyrir. Þannig við eigum enn eftir að sjá endanlegan árangur áður en kannski setjum lokadóminn á það. Nú, eins og kunnugt er bygging nýrra legudeildar við sjúkrahúsið áformuð, samþykkt ríkisstjórnar hvað það varðar liggur fyrir sem og áætlun að byggingin skuli risin í lok árs 2027. Ný legudeildarbygging er nauðsynleg fyrir skjólstæðinga okkar og líka fyrir starfsfólki með tilliti til starfsaðstöðu og nýliðunar. Og á sama tíma þarf að huga nýtingu eldrahúsnæðis hér í þessu eldrahúsnæði og þá sérstaklega hvað varðar bætta aðstöðu fyrir göngu- og dagdeildarstarfsemi sem er stöðugri sókn eins og sjá mátti. Við erum því afar glöð með að geta lokið við frágang og innréttingu á tengigangi sem einnig var borið hér upp á góma áðan og flutt þangað skrifstofu og kennslurými sem skapar okkur tækifæri til að hafa úrbætur til að bæta aðstöðu fyrir dag- og göngudeildarstarfsemi. Við þurfum að byrja strax og klára þetta sem fyrst því það jú ennþá 5 ár í að legudeildarbyggingin verði risin en eins og ég sagði áðan er það gríðarlega mikilvægt fyrir starfsemin og skjólstæðingana að þessar áætlanir standist. Rekstur sjúkrahússins markaðist af baráttunni við COVID-19 faraldurinn og áhrif hans á fjárhag og afkomu sjúkrahússins voru umtalsverð og fékk sérstök fjárveiting vegna útgjalda í tengslum við hann. Sjúkrahúsið var rekið með tæplega 147 milljóna króna halla á árinu 2021 og uppsafnaður halli hefur verið undanfarin ár og ljóst að snúa þar þeirri þróun við. Við lítum svo á að nauðsynlegt sé að auka fjárframlög til að styrkja rekstrargrunn stofnunarinnar og við vinnum það klárlega saman. Og tryggja aðgengi að öruggri heilbrigðisþjónustu í þessu samfélagi. Það verið að leita leiða til að ná niður hallarekstri stofnunarinnar en á sama tíma er mikilvægt að halda áfram að efla þjónustuna við íbúa samfélagsins í takti við þarfir þeirra. Guðmundur Magnússon, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs mun fara yfir reksturinn betur hér á eftir. En þess má þó geta, eins og áður hefur komið fram, að innleiðing þjónustutengdra fjármögnunar í stað fastra fjárveitinga stendur sem sagt yfir og næsta ár verður klínísk starfsemi sjúkrahússins sem mest til fjármögnuð í samræmi við umfang veittra þjónustu. Og það eru klárlega væntingar til þess að fjármögnun SAK verði þannig markvissari og framleiðni geti aukist. Nú við leitum reglulega í að gera kannanir á þjónustu okkar og nú síðast var það í lok árs 2021 sem Gallup kannaði viðhorf íbúa á Norður- og Austurlandi til þjónustu og starfsemi sjúkrahússins. Og niðurstaðan var ánægjuleg því 88% af þeim sem spurðir voru sögðust bera mikið traust til sjúkrahússins og 92% þeirra sem hefðu nýtt sér þjónustuna síðastliðna 12 mánuði voru ánægðir með þjónustuna. Og þetta er sannarlega gott fyrir okkur og styður við það góða starf sem við gerum. Nú sama velvild endurspeglast einnig hjá hollvinasamtökum sjúkrahússins sem halda áfram að vaxa og dafna sem og framlögum úr ýmsum áttum í gjafasjóð sjúkrahússins á Akureyri. Og slíkur stuðningur út í samfélaginu er ómetanlegur okkur öllum sem hér störfum. Þrátt fyrir að við horfum nú á forsetuna í baksýnisspeglinum eru margar áskoranir framundan og endurspeglast þær ásamt sóknarfærum í metnaðarfullri stefnum sem ég ætla að kynna hér á eftir. Óhætt er þó að segja að stærsta áskorunin snúi að mannauðnum okkar og hér er aðeins sýnishorn því á þessari glæru. En mikilla þreytu hefur sem sagt gætt í hópnum eftir faraldurinn og hefur mannekla, mikið álag og óánægja eflaust mest það að segja. Mannauðurinn er dýrmætasti hluti heilbrigðisstofnana og við náum ekki árangri í starfseminni ef við hlúum ekki að liðinu og liðsheildinni, jafnt andlega sem líkamlega. Við stefnum hátt, við erum framsækin og árangursdrifinn hópur en til þess að ná árangri þá þurfum við að búa yfir réttum fjölda ánægðra og úthvíldra starfsmanna.
Að framansögðu má vera ljóst að mikið hefur verið unnið á öllum sviðum starfseminnar og það mikla starf hefur fært okkur fram í veg og styrkt sjúkrahúsið enn frekar í sessi sem heilbrigðisstofnun í fremstu röð, enda hefur COVID sýnt fram á mikilvægi þess að til staðar séu öflug sjúkrahús sem geta bakkað hvort annað upp. Við fögnum þeim árangri sem náðst hefur og við munum sannarlega kappkosta að gera enn betur á komandi misserum með öryggi og vellíðan sjúklinga okkar og starfsfólksins að leiðarljósi. Það er samt mikilvægt að horfa björtum augum til framtíðarinnar eða eins og einn góður vinur minn sagði, bjartsýni er skylda. Og ég hef það að leiðarljósi í mínum störfum. Við höfum alla burði til að vera áfram framsækin og í fararbroddi. Á sama tíma ljóst að við þurfum að vinna með þessar áskoranir, nýta sóknarfærin til þess að tryggja nauðsynlega þjónustu í þessu samfélagi. Og að þessu sögðu þá vil ég þakka stjórnendum og starfsfólki sjúkrahússins á Akureyri samstarfið á árinu. Takk. Þakkum Hildigunni góð orð. Hún hafi starfað hér alllangt skeið, þá þetta hennar fyrsti ársfundur sem forstjóri og þetta boðar gott. Þakka fyrir þetta, Hildigunni. Nú næst á dagskránni Guðmundur Magnússon sem framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs ætlar að fara yfir ársreikninginn. Guðmundur hafi viljað hafa yfirskriftina á sínu erindi ef ég væri ríkur, en við stundum ekkert slíkt léttlindi hér, þannig að ég býð honum bara í pontu. Gjörðu svo vel, Guðmundur. Já, heilbrigðisráðherra, hollvinir og ágætu fundarmenn. Ég kynni fyrir ykkur ársreikning sjúkrahússins 2021 og byrja á tekjuliðinni að þar var seld þjónusta nam 977 milljónum, 8,7% af tekjum. Vörusala nam 10 milljónum, framlög og ýmsar tekjur 63,6 milljónum. Framlag ríkissjóðs nam 9.990,5 milljón eða 88,9% af tekjum og tekjufærsla frestara tekna nam 196,5 milljón. Samtals námu til tekjurnar hjá stofnuninni árið 2021 11.237,8 milljónum. Gjaldaliðin að þá námu launatengd gjöld og starfsmannakostnaður 8.454,6 milljónum og það 74,2% af gjöldum. Annar ekstrakostnaður 2.735,6 milljónir og 24% af gjöldum. Gjöld samtals námu 11.386,8 milljónum og það var 14% aukning frá fyrra ári. Glæðurinn á undan þá kom það fram að það var 13% aukning í tekjum, þannig að það neikvæð afkoma af stofnuninni og hún nam 148,9 milljónum fyrir fjármagnsliði og fjármagnsliðir þeir voru 2 milljónir og því afkoma ársins neikvæð 146,9 milljónir á móti 13,6 milljónum í jákvæðri afkomu árið 2020 og rekstrar afkomuna þá viljum við koma framfæri að sjúkrahúsið fékk auka fjárveitingu vegna rekstrarerfiðleika sem að nam 247 milljónum í fyrra og því hefði rekstrarafkoman verið neikvæð 394 milljónir án þeirra fjárveitingar. Á sama tíma þá höfum við dregið markvisst úr viðhaldi sem að við nemur 110 milljónum miðað við fjárveitingar sjúkrahússins og það má því segja að rekstrarvandi fyrir árið 2021 hafi verið rekstrarvandi stofnunarinnar sé 500 milljónir
og stjórnendur hafa unnið greiningu á rekstrarvandanum, gert það með heilbrigðisráðuneytinu, þannig að sú vinna hefur farið fram. Nú, ef við förum yfir efnahaginn, tökum eignahliðina til að byrja með, óefnislegar eignir, tæpar 11 milljónir, varanlegir rekstrarfjármunir 1.357,5 milljón og fastafjármunir samtals 1.368,5 milljón. Veltufjármunir 1.830 milljónir og eignir samtals eru því 3.198,5 milljón. Skuldahliðin á efnahagnum, eigið fé sökum afkomunnar árið 2021 hefur eigið fé minnkað og orðið neikvætt 429 milljónir. Skuldir eru 3.627,6 milljónir og eigið fé og skuldir þá eins og eignahliðin 3.198,5 milljón. Sjóðstraumið, peningaflæðið gegnum stofnunina, á þá eru rekstrarhreyfingar hafa neikvæð áhrif á sjóðstraumið upp á 146,9, rekstratengdir eignaliðir jákvæð áhrif upp á 117,6 milljónir og því handbært fé frá rekstri neikvætt 29,3 milljónir. Fjárfestingarhreyfingarnar, þær eru námið 279,3 milljónum og fjármögnunarhreyfingar 297,7 milljónum og því lækkaði handbært fé 10,9 milljónir, var 24,6 milljónir í ársbyrjun og í árslok 13,8 milljónir. Hérna sjáum við 5 ára rekstraryfirlit og þar sjáum við hvernig afkoman hefur þróast frá árinu 2017. Það var neikvæð 62 milljónir, hún var neikvæð 96 milljónir árið 2018, 123 2019. Svo kom þarna afkomulega gott ár, 14 milljónir í jákvæða afkomu og svo afkomun í fyrra. Við sjáum að orlofsskuldbindingin, áhrif hennar, þær dregið fram þarna sérstaklega að þau eru auðvitað orlofsskuldbindingin, hennar áhrif, aukningin í henni hefur veruleg áhrif á afkomu stofnunarinnar. Sömuleiðis þróun á eigið fé, neðarlega á myndinni, þá sjáum við að það hefur þróast frá því að vera neikvætt 77 milljónir árið 2017 yfir í það að vera neikvætt 429 milljónir í árslok 2021. Það nám heildarfjárgreiddra launa var 6,8 milljarðar og árslauna meðaltali voru 12 milljónir. Það voru 561,6 stöðugildi og 82% þeirra eru konur og 18% eru karlmenn. Nú, við hefum mjög góða sjúkrahúsin lítur góðs af gjafaframlögum bæði frá hollvinum og gjafasjóði sjúkrahúsins og hollvinir eru mjög viljugir til að safna fé til tækjakaupa og ef maður má bera saman líkingu úr sveitinni og þá má segja að það eru úrvalsgæðinga að ræða, þeir eru bæði viljur og vakrir, bregðast hratt við og jafnvel svo hratt við að þau ekki náða að bóka inn eignirnar á réttu ári, en legið mikið á að koma gjöfunum til okkar í lok árs og geðið aðeins með að senda reikninga, en ég ætla að sýna ykkur svo hérna, kannski ekki að telja þetta sérstaklega upp hér, en vil draga það fram að gjafaframlög frá árinu 1986 framreiknuð á núverandi verðlagi að það nemur 1415 milljónum og ef litið til ársins 2007 að þá nema gjafaframlög 23,5% af tækjakaupa
fjárveitingum, heildartækjum og fjárveitingum stofnunarinnar. Þannig að þetta umtalsverðir fjármunir sem að koma til okkar í gegnum gjafir. Og alltaf erum við á prjónunum tækjakaup sem að við virkjum og hollvinni í og gætum ekki farið í annars. Það alveg ljóst og akkurat núna í bíkja slík kaup sem að væri ekki hægt að gera nema hefðum svona öfluga hollvinni. Ég heldur bara Sigurður sem að fara að taka við. Takk fyrir. Þakka fyrir Guðmundur, þú tókst svona samlokuaðferðina á þetta, enda á góðum nótunum og það vissulega sagt að hollvinninni, það var reynst okkur vel í gegnum tíðina og það verður dagskrárliður hér á eftir þess að verður nánar að fara í það. En sóknarfæri, það svo við grípum nú aftur til fótboltamálsins, að það erfitt að hafa sókn nema að hafa plan. Og nú ætlar Hildigunnur að kynna nýja og endurskoða stefnu Sjúkrahússins á Akureyri til ársins 2027, ekki 3. Og þar kemur fram hvaða plan við höfum til að sækja áfram og takast á áskorunum. Gjörðu svo vel, Hildigunnur. Ljóst að mig greinilega líður bara vel hér. En allavega, ég ætla að nota tækifærið og aðeins að segja ykkur frá þessari vinnu. En við sem sagt hófum í febrúar þess ári vinnu við að endurskoða síðustu stefnu okkar sem rann út í lok árs 2021. Við leituðumst til starfsfólks og stjórnenda til að meta hvaða árangri við náðum með fyrri stefnu og álits frá þeim helstu áherslur í nýrri stefnu. Síðan þá hefur framkvæmdastjórn unnið að mótun stefnunnar í kjölfarið og við kynnum hana nú sem framtíðarsýn til ársins 2027. Ég nefndi sérst í mínu fyrra erindi að það væru margar áskoranir framundan, meðal annars varðandi þjónustuna, rekstur og mönnun. Áskoranir kalla líka á sóknarfæri sem endurspeglast einmitt í þessari metnaðarfullu stefnu okkar til næstu 5 ára. Við ætlum að standa áfram sem sak fyrir samfélagið og við ætlum að vera leiðandi á sviði sérhæfðrar heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni og öflugur vettvangur kennslu og rannsókna á heilbrigðissviði. Við ætlum okkur að vera eftirsóknarverður vinnustaður sem býr yfir ánægðu starfsfólki sem sátt í starfsumhverfi sitt og þar sem samskipti einkennast af virðingu í ákvæðni og faglegum metnaði. Við höldum ótrauð áfram á þeirri vegferð að ná árangri sem háskólasjúkrahús og vinnum að því meðal annars með því að viðhalda og bæta kennsluþátt sjúkrahússins og efla vísindastarfsemi með aukinni þátttöku starfsmanna. Við ætlum að viðhalda gæðavottunum okkar sem töluverð áskorun en á sama tíma mikil tækifæri fólgin í því að viðhafa stöðugar umbætur skjólstæðingum og starfsfólki til heilla. Við erum eina heilbrigðisstofnunin á Íslandi með alþjóðlega gæðavottunum starfsemi okkar og við teljum það einstakt og eftirtektarvert. Þessar vottanir koma alls ekki af sjálfu sér, heldur í gegnum metnaðarfullt starfs hjá starfsfólkinu sem vill halda áfram á þessari leið og það kom bersýnilega í ljós í þessari vinnu okkar við stefnumótunar sem sagt nýja framtíðarsýn. Við ætlum okkur líka að hafa það fjármagn sem þarf til að sinna þjónustunni sem sannarlega þörf fyrir í samfélaginu og gert hefur verið grein fyrir í mínu fyrra erindi. Það mikil áskorun, það mikil vinna, en á sama tíma það líka sóknarfæri, meðal annars í gegnum þjónustutengdu fjármögnunina sem nú í vinnslu. Síðast en ekki síst þá ætlum við okkur að vera samfélagslega ábyrg og þróa starfsemina í takt við þarfir samfélagsins þannig að áfram munum við njóta trausts og góðrar ímyndunar hér í þessu samfélagi. Við leggjum áherslu á gildin okkar sem öryggi, samvinna og framsækni og við sjáum ekki ástæðu til að breyta þessum gildum, þetta sömu gildi á því síðast, enda standa þau sannarlega undir nafni og leiðarljós í okkar störfum. Nú til þess að ná markmiðum okkar að nýrri framtíðarsýn þá setjum við fram nokkrar lykiláherslur með undirmarkmiðum og mælikvörðum og þær verða endurskoðaðar árlega og setta þá fram sem starfsáætlun á hverju ári.
En okkar stærsta áskorun mönnun sem nauðsynleg til að tryggja fullnægjandi þjónustu og ég hef sagt það oft og ég segi það aftur að áfram starfar hjá okkur gríðarlega öflugur starfshópur sem leggur sig fram með að veita faglega og örugga heilbrigðisþjónustu. En við þurfum að hlúa að fólkinu okkar. Við þurfum að tryggja mönnun, við þurfum að létta á álagi og þurfum síðan fyrst og fremst að auka við starfsánægju. Við stöndum frammi fyrir vaxandi og mikilvæg eftirspurn fyrir þjónustu í samfélaginu og það sjáum við sem sagt gríðarlega í þessari eftirspurn eins og fram hefur komið. En í framtíð sem fyrirtækja þá þarf að setja markið hátt því ef þú hefur ekki þor til þess þá má vænta lítils. Til marks það má benda á að þegar markmið var sett gæðavottun á sínum tíma þá þóttu það ansi háleit markmið, munið að það hafi verið árið 2012 og 2013 sem gerði það. Það voru mjög háleit markmið en við héldum áfram með þeim árangri sem nú öllum ljós. Og við erum með annað háleit markmið og það að verða háskólasjúkrahús. Við ætlum okkur þangað. Það laðar að bæði sérhæft starfsfólk og gerir gott sjúkrahús enn betra. Og með þessu þá viljum við og þurfum að skapa svigrúm og frjótt umhverfi til vísinda- og þróunarstarfa sem leiði því markmiði. Göngudeildarstarfsemin víða sprungin vegna húsnæðisskorts og við þurfum að halda áfram uppbyggingu dag- og göngudeilda í takt við þarfir samfélagsins. Og ég get ekki nefnt eitt hér, þetta bara eitthvað sem við þurfum að horfa alltaf á í þróuninni og við þurfum að styrkja þessi starfsemi ennþá meira. Það krafa samfélagsins og það líka í takt við stefnu stjórnvalda að styðja við þetta. Þannig við eigum að horfa til þess möguleika að fækka innlögnum og nýta meira dagdeildir og göngudeildir. Til þess þurfum að bæta aðstöðuna, sem ég nefndi áðan, og það verður verkefni næsta ára samhliða nýrri byggingu legudeilda. Við viljum líka efla skurðstofustarfsemin okkar, halda áfram að minnka biðtíma eftir þjónustu og gera meira af sérhæfðum aðgerðum. En til þess að verða enn betri, þá þarf að sækja fram og efla möguleikana með nýtingu tækninnar og nægum mannskap. Til þess að ná þessum markmiðum, þá þarf að innrétta 4. skurðstofuna. Hún til staðar hérna í þessu húsi, en hún núna nýtt sem lagar og ég held að þessi ekki nægilega góð nýting á góðu húsnæði. Og við viljum breyta því. Við ætlum að verða grænni en við erum í dag, við ætlum að verða rafrænni og við ætlum líka að nýta okkur leiðir til nýsköpunar og eflingar þjónustu. Við horfum full bjartsýni til komandi ára því með sameiginlegri framtíðarsýn og skýrum áherslum þá náum við saman settum markmiðum. Og þetta svona algjörlega fyrir þig, kæri ráðherra. Þarna viljum við vera. Öll í sama liði, öll að spila í sama mark, þetta ábyggilega ekki eins og venjulega fótbolti, því að ég held að spila ekki allir í sama mark þar, en mér langar samt ekki að vera markvörðun og fá alla boltan í mig, en hugsanlega það kannski liðurinn í þennan árangur. Þannig að ég segi bara takk fyrir. Já, og takk fyrir þetta, Hildigunnur. Hér ekki pakkað í vörn, hér sóknin sem gildir og það verður spennandi að vinna eftir þessu á næstu árum. Og talandi rafræna breytingar, þá vil ég kannski koma á framfæri að áskýrslurnar okkar verða núna fyrst og fremst bara birta með rafrænu móti, bæði á innri og ytri síðunni hjá okkur, fyrir þá sem vilja kynna sér þær betur. En næst á dagskrá, fyrir það bil 20 árum, mars síðastliðnum, þá hófst regluleg læknisfræðileg þjónusta frá sjúkrahúsinu á Akureyri við sjúkraflugi hér á Íslandi og hefur starfað úrsliti síðan og vaxandi árangri og umfangi og það þótti vel við hæfi að kynna þessa starfsemi hér og ég vil biðja Odd Ólafsson sem forstjóralæknir svæfingu og gjörgæslulækninga hér að koma og stíga í pontu. Gjörðu svo vel, Odd. Takk fyrir, Sigurður. Sem sagt, við erum búin að vera með þessa þjónustu í 20 ár, áttum 20 ára afmæli 15. mars síðastliðinn. Svona var ástandið laust fyrir síðustu aldamót. Það var verið að fljúga með sjúklingar frá mörgum litlum stöðum á landinu og til þess voru nýttar flugvélar sem að almennt voru farþegaflugvélar. Sjúkraflug var aukabúkni. En menn voru framsæknir og Sveinbjörn Dúason bráðatæknir, hann fór að vinna þeirra í hugmynd brautagengi 95 að sjúkraflutningamenn færu með í sjúkraflug. Og já, augljóst og sjálfsagt að þetta í dag, þá var það ekki þá.
og hann talaði við góða menn, hann talaði við héraðslækni og forstjóra sjúkrahússins og forstjóra FN og þetta fór á stað sem tilraunaverkefni 1997 og hefur náttúrulega verið til staðar síðan. Þetta reyndist ódýrara þegar upp á staðið en aðalmáli var það að læknar hætti að vera strandaglópar og héruðin hætti að vera læknislaus vegna sjúkraflugs. En það gat komið fyrir að læknirinn á Þórshöfn þurfti að fara með í sjúkraflug frá Þórshöfn og hann var síðan strandaglópar á Akureyri og engin læknir var á Þórshöfn í einhverja daga eða sólarhringa. Það var síðan 18. apríl árið 2000 þá tilkynnti heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið að ráðherra hefði falið Ríkiskaupum að bjóða út sjúkraflug í landinu og það var gert í samstarfi við samgönguráðuneytið. Jafnframt kom fram að miðstöð sjúkraflugs yrði á Akureyri. Og síðan fórum við að hugsa þetta lengra og það þótti æskilegt að þjónustustigið myndi ekki minnka á meðan að flugi stæði. Sem sagt, ef þú ert á Egilsstöðum og þar sjúkraflugmaður sinnaður og þú ert það mikið veikur að læknir að sinnaður jafnframt, að þá ætti læknir að vera með þér í fluginu líka. Og því var komið á fót þessari vaktþjónustu héðan frá FSA, sem byrjaði 15. mars 2002. Það voru margir sem fóru á námskeið og þetta byrjaði rólega upp á við, þetta voru ekki svo mörg flug og það var auðvelt að sinna þessu meðfram öðrum störfum. Síðan gerist það 2006 að þá fáum við sérhæfða sjúkraflug sem gerð út frá Akureyri. Það var flugvél Mýflugs, þetta miklu öflugri flugvél og í henni eru börur fyrir 2 sjúklinga. Og þessi flugvél, hún gerir ekkert nema flugum í sjúklinga, hún sinnir ekki farþegaflugi. Þetta hefur vaxið mikið. Við áttum metár 2018, við flugum með 881 sjúkling í 806 flugum. Við erum stundum með 2 fyrir 1 bíl, eða happy hour. Það sérstaklega þegar við erum að flytja sjúklinga heim, þá getum við tekið 2 í 1. Þetta hefur vaxið og dafnað, eins og sjáum að þessari kurvu. Og það athyglisvert þetta svolítið fylgir umsögunum í þjóðfélaginu almennt. Það má sjá dálítinn kurv þegar allt var brjálað, rétt fyrir hrun. Það var verið að byggja Kárahnjúka, það var mikil umsvif í þjóðfélaginu, þá var mikið að gera í sjúkrafluginu. Svo kom hrunið, allt kóðaði niður, allt datt niður og við sáum það í sjúkrafluginu. Svo var vaxandi starfsemi 2018, þá náði toppi og svo kom COVID og þá minnkaði starfsemin. Þetta bara sveiflast í takt við það sem að gerast í þjóðfélaginu. Og þetta fjöldi fluga með fylgt læknis. Við förum með í 45% tilfella. Nú Björn Gunnarsson, Kristín Marja Björnsdóttir og Sveinbjörn Dúason gerðu rannsókn á sjúkraflugi frá 2012 til 2020 og birtu í Læknablaðinu fyrr á þessu ári. Þetta náði til 6.000 sjúklega rúmlega. Og hérna kurva sem sýnir aldursdreifingu og kyn og oft eru karlmenn og frekir til fjörsins en þarna það sést svona smá óléttu kúla hérna. Og þarna á þessu aldursskeiði flytjum við fleiri konur heldur en karla og þetta gríðarlega mikilvæg þjónusta við barnshafandi konur, eða konur á landsbyggðinni á barnshafandi aldri. Og sjúkrahús allt bakgrall í þessu. Við njótum stöðnings frá ljósmæðurum og fæðingarlæknum alveg sérstaklega. Í þessari rannsókn þá skoðuðu þau sérstaklega F1 og F2 flug sem eru með mestum, þar á viðbragði vera 35 mínútur. Miðgildi viðbragðstíma, það að segja frá því að útkalli kemur og þangað til flugvélin og læknir eru komin að sjúklingi, var 84 mínútur, en miðgildi flutningstíma, sem sagt frá því að útkalli kemur og þangað til búið að skila sjúklingum í hendur á næsta, var 150 mínútur. Og þau álögðu sem svo. Heildarflutningstími í sjúkraflugi á Íslandi oft langur og líklegt að það hafi áhrif á horfur sjúklinga með tímaneyman heilsuvanda. Lokun Reykjavíkurflugvallar myndi leiða til enn lengri flutningstíma. En það ekki bara flutningstíminn sem skiptir máli. Það skiptir máli hvað inn í flugvélinni og hver inn í flugvélinni. Og að þessari mynd, þá sést hér að þessi sjúklingur með slaganál, hann með slagalínu, það að fylgjast með blóðþrýstingi og hann með æðahelfandi lyf. Þetta gjörgæslumeðferð. Við erum búin að færa gjörgæsluna til sjúklingsins. Þetta auðvitað alveg gríðarlega mikilvægt að þessi þjónusta sé til staðar. Nú,
Við fengum eitt stöðugildi fljótlega eftir að þetta fór af stað og síðan fengum við annað stöðugildi 2020 sem munaði mikið um. Og hollvinir, það þarf varla að nefna það, þeir eru hér á bak við alla starfsemi á sjúkrahúsinu og sérstaklega þetta sjúkraflugið. Við fengum okkur eigið logo, okkur eigið merki. Svona til að byrja með vorum bara í lánsfatnaði frá slökkviliðinu en nú erum við konum með okkur eigið búnað og okkur eigið merki með þessa. Flugin geta verið löng og þau geta verið stutt og þau geta verið ströng. Þess að mynd í flug til Grænlands en eins og margir vita þá flugið öflugt á Akureyri og það 2 flugfélög sem bjóða upp á sjúkraflug. Flugfélag Norlandair með samning sjúkraflug frá Austurströnd Grænlands og við förum stundum með þangað. Það mikilvæg þjónusta og þakklátt. En svo það merkilegt og það ekki margir staðir í heiminum en við fljúgum sem sagt á fastvængja flugvél sem sagt innan bæjar. Við fljúgum til Grímseyjar. Við getum lent þar en við getum hins vegar ekki lent í Hrísey sem kannski væri æskilegt. En þá það framtíðarsýn. Við teljum að þessi þjónusta hafi tímalaust sanna gildi sitt. Hún að þróast. Síðasti svona áhugaveri punkturinn það að það ekki langt síðan að við fengum vin okkar frábært teymi frá Landspítala til að koma og setja sjúkling á hjarta- og lungnavél hér á sjúkrahúsinu á Akureyri og flytja hann með sjúkraflugi til Reykjavíkur. Þetta hefur aldrei verið gert áður hér innanlands og hafði verið gert bara milli spítala í Reykjavík. Þetta gríðarlega flókið og það ekki sjálfgefið að takist vel en það gerði það svo sannarlega í þessu tilfelli. Nú við höfum velt því fyrir okkur hvort það mætti nýta flugvélarnar til þess að fara í útköll í nágrenninu til þess að styðja á bak við sjúkrabíla. Það ein hugmynd. Nú við viljum gjarnan fá samning þessa þjónustu. En það 3 aðilar sem koma að, Mýflug með samning, Slökkvilið Akureyri með samning, en Sjúkrahúsið á Akureyri ekki með samning. Við viljum fá samning okkar skyldur og tækjabúnað og viðhald og fleira og hvaða kröfur ætla heilbrigðisyfirvöld að gera til okkar, til dæmis menntun og þjálfun og fleira. Við þurfum að fá aðstöðu, það vantar, við erum svolítið á hrakhólum með aðstöðu undir búnaðinn okkar, en það mikilvægt að geta sóttrensað búnaðinn, að geta farið yfir hann og vera með góða aðstöðu til þess. Við þurfum að fá rafræn kerfi til skráningar og við þurfum, mönnunin þarf að vera viðunandi. Við erum með 2,0 stöðugildi í þetta og það segir sig sjálft að það ekki hlaupið að því að halda út vaktþjónustu árið kring með 2,0 stöðugildi. Nú það hefur komið fram áhuga á því að senda hingað lækna frá Svíþjóð til þess að fá þjálfun hér. Þetta þykir það gott námstækifæri. Og svo viljum við gjarnan auka tengsl þá staði sem við þjónum. Við viljum fara út á flugvélinni og fara á þessi litli staði þar sem við þjónum fólkinu, hitta fólkið, sýna inn í flugvélina og svo framvegis. Og hvert ástætt í framtíðinni, þetta verður áfram öflug þjónusta sem verður gerð út síðan og kannski endar með að kemur þyrla. Á góðum degi þá eru kannski 5 til 7 þyrlur hér í firðinum að fljúga með skíðafólk. Kannski kemur að því að einhver þyrla fer að fljúga hér með sjúklinga. Hvort það verður björgunarþyrla eða sjúkraþyrla eða samla að því þennu. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Oddur. Svo sannarlega rós í nappagatið á starfseminni hér og hvernig þetta sýnir sig að hafa verið rétt ákvörðun á sínu tíma og hefur þróast á mjög fagmannlegan og góðan hátt og við vonum til þess að geta haldið áfram að þróa þetta samkvæmt þessari framtíðarsýn. Nú, það búið að minnast reglulega hérna á hollvinarsamtökin og það ekki að ósegju því að þau hafa nú svo sannarlega verið okkur mikill stuðningsaðili frá því að þau voru stofnuð fyrir tæplega 10 árum síðan og frá upphafi hefur Jói Bjarna, ég segi nú bara Jói Bjarna, það þekkja hann allir sem Jói Bjarna, verið formaður og ég ætla bara að bjóða honum að koma hérna upp í pontu, gjörðu svo vel Jói. Ég held ég þurfi ekki að kynna þér meira. Heilbrigðisráðherra, fundarstjóri, góðir gestir. Fundargestir. Hollvinarsamtök Sjúkrahússins á Akureyri eiga 9 ára afmæli í haust. 3000 meðlimir í samtökunum í dag.
Á þessum tæpum 9 árum hafa samtökin safnað á milli 350 og 400 milljóna sem hafa runnið til tækjakaupa fyrir SAK. Síðastliðið ár var viðburðaríkt hvað varðar tækjakaup. Eftirtalin tæki voru keypt. Beinþétnimælir kostnaði 15 milljónir, 3 stykki endurlífgunarborð fyrir nýbura 8 milljónir, 9 lífsmarkamælar kostuðu 6,2 milljónir, 7 stykki sjónvörp sem kostuðu 0,5 milljón, skjár fyrir fundarrými og myndafundarútbúnað fyrir Kristnes kostaði svipað og örbylgjuofn, þurrkar og þvottavél sem keypt var í íbúða heimahlýningu kostaði svipað líka. Og vog fyrir almennu göngudeildina. Síðast en ekki síst má geta þess, og það er kannski svona það jákvæðasta í stöðunni akkurat núna, að við höfum nú þegar full fjármagnað kaup á 17 sjúkrarúmum á Kristnes sem kostar 17 milljónir og ekkert annað eftir að panta og fá. En fjármögnunin til staðar, það búið að safna fyrir þeim. Og hvað býður þá eftir það? Það býður risastórt verkefni. Það stærsta sem að Hollvinasamtökin hafa ráðist í. En það tæki sem að heitir Brain Lab. Og svo ég að gera örvæntingafulla tilraun til þess að útskýra hvað það tæki gerir. Þá það eins konar siglingatæki fyrir skurðlækna í erfiðum bakuppskurðum ásamt fleirum. Og þetta mikið græja og kostar litla 36 milljónir. Og við höfum nú þegar hafið söfnun fyrir því tæki. Nú, það sóknarhugur í Hollinum. Nýlega bættust við 2 nýir stjórnarmenn sem við bindum mikla vonir við, þau Guðný Sverrisdóttir og Grýtubakkarhreppnum og Bragi Bergmann. Og okkar hugur stendur ekki til neins annars heldur en að halda áfram því kraftmikla starfi sem að tekist hefur að halda undanfarin ár. Og eins og fram hefur komið í máli sumra hér að muni svolítið Það eru ýmis tæki sem að við höfum okkur tekist að gefa sem að maður veit að hafa komið að góðu gagni og maður gleðst auðvitað mjög yfir að hafi nýst jafnvel. Ég nefni það sem dæmi ferðafóstruna sem var svona ákveðin hátindur Hollvinasamtakanna þegar hún var afhent. Nú Hollvinir hafa líka mikinn áhuga á viðbyggingu við SAK og við munum hvetja mjög heilbrigðisráðherra til þess að vera velviljaður þegar kemur að því að úthluta fjármunum í það verkefni. Þannig að ekki verið tafir á því að það eru fleiri sjúkrahúsum en á Landspítalanum sem eru gamlar legudeildir og við fylgjumst gaumgæfilega með og gefum góð ráð ef þarf. En ég held að segja þess að samantekninu bara lokið og þakka fyrir mig. Takk fyrir þetta, Jói, og alltaf ánægilegt að heyra frá ykkur á hverju einasta ári og ég hef fengið þann heiður að starfa með ykkur alveg frá upphafi og þetta nú með því skemmtilega sem maður gerir vinnunni, það að sitja fundina með ykkur. Það ómetanlega skemmtilegt, þakka þér kærlega fyrir það og ykkar. En þá kemur að næsta dagskrárlið sem hvatningarverðlaun sjúkrahússins á Akureyri og þetta alltaf haldið utan, þetta eins og leyndarmál þangað til að ársfundi kemur og í ár ætla ég að bjóða Ragnheiði Halldórsdóttur sem starfandi framkvæmdastjóri lyflækningasviðs og lyf- og öldrunarlæknir og hún ætlar að kynna þetta. Gjörðu svo vel, Ragnheiður.
Háttvirtur ráðherra, fundarstjóri, kæru fundargestir. Eins og kunnugt þá eru árlega veitt hvatningarverðlaun til starfseininga eða hóps starfsmanna sem hafa einhvern hátt haft þau áhrif á starfsemi sjúkrahússins en það gefið tilefni til jákvæðrar endurgjafar og eftirbreytni. Í þetta sinn, þetta alltaf mjög spennandi það ekki, allir búin að giska, þetta sinn fara hvatningarverðlaunin til starfsmanna sem starfa á rannsóknardeild SAK. Deildin ein af stoðþjónustudeildum sjúkrahússins. Þar starfar sameldinn hópur starfsmanna sem sinnir afar fjölbreyttum verkefnum af miklum krafti og metnaði. Deildin þjónustar sjúkrahúsið á Akureyri ásamt nærliggjandi svæði. Á deildin klínísk lífefnafræðideild, sýkladeild og blóðmennafræðideild og einnig blóðbankinn með starfsstöð á rannsóknardeildinni. Nýjasta viðbótin veirudeild sem sannaði notagildi sitt á síðasta ári en þar lögðu starfsmenn á eitt við að innleiða ný tæki og verklag til þess að hægt væri að framkvæma PCR-greiningar í leit að kórónuveirunni alræmdu. Starfsmenn rannsóknardeildar eru vel að þessum verðlaunum komnir og eru okkur öllum hvatning til góðra verka. Framkvæmdastjórn vill með þessum verðlaunum hvetja starfsfólk deildarinnar til að halda ótrautt áfram á þeirri vegferð sem gefist hefur svo vel undanfarið og ég vil biðja Ingu Stellu Pétursdóttur ásamt þeim starfsmönnum sem eru stattir hér að koma og veita hvatningarverðlaunum viðtöku og vil að biðja Willum Þórum að koma og afhenda þeim viðurkenningarskjal og smá gjafabréf með. Já. Meiri hvatning. Já, takk fyrir þetta og þakka ykkur fyrir ykkar starf og þau eru sannarlega vel að þessu góðum. Nú, það síðan verið hefð fyrir því að ljúka ársfundum með því að heiðra starfsfólk sem hefur lokið störfum síðastliðið ár og ég ætla þá að biðja Erlu Björnsdóttur mannastjóra að koma hér upp og taka við taumunum. Þarna ertu. Ráðherra og kæru fundargestir. Þá komið að skemmtilegasta dagskrárliðnum á ársfundinum, allavega á mínu mati. En í ár eru það 11 starfsmenn sem verða heiðraðir fyrir störf sín á sjúkrahúsinu á Akureyri. Þessi starfsmenn eru hættir störfum og hafa hafið eða eru við það að hefja töku lífeyris. Starfsmennirnir verða kallaðir upp í stafrófsröð og fá afhent umslag og blóm. Og ég vil biðja hina heiðruðu starfsmenn að hinkra hérna hjá mér svo þess að hægt að taka mynd af hópnum saman. Ég vil einnig biðja ykkur í salnum að bíða með að klappa þar til allir starfsmenn hafa verið kallaðir upp og svo gefa þeim gott klapp í lokin. Ég ætla bara að biðja okkar fyrir forstjóra að koma hérna, nú Bjarni Jónsson. Já, takk fyrir samstarfið.
Svo bara líða hérna. Það var það Einar Bjarnason. Það var það Eyrún Þórsdóttir. Það var Guðrún Hjartardóttir. Ég var það ekki Það var Hulda Kristjánsdóttir. Hulda Gestsdóttir, hún gat ekki verið hjá okkur í dag. Það var Jakobína Reynisdóttir. Já, var það blómin? Takk fyrir. Það var það Jórunn Marinósdóttir. Ég fann það líka eitt svona. Já. Takk fyrir samstarfið. Signý Jónsdóttir og Sigríður Bernharðsdóttir og Sigurbjörg Guðmundsdóttir. Þær gátu ekki verið með okkur í dag. Má ég fá eina mynd með? Já. Please. Þetta er bara fólk. Sömuleiðis. Það er bara að hætta sko. Já, okkur meira. Ná, kannski skáum við það. Það er verið að leggja þetta mat. Það væri mjög flott upp, þetta kannski verða þetta með dansus. Við erum alltaf að reyna að koma okkur á fjölmiðlakorti og kannski gerir þetta bara. Já. Takk fyrir þetta. Akkur allt þetta unga fólk að hætta störfum. Það engin leið að hætta eins og maðurinn sagði. En leið og ég slít þessum fundi þá vil ég endilega benda fólki á að ganga hér inn á skrifstofugang og njóta þar veitinga og spjalla saman og eiga góða stund með okkur. Takk fyrir gott hljóð.